Góðan daginn, ég set hér 45. fund bæjarstjórnar sem haldinn í bæjarstjórnarsal 5. 27. febrúar 2026 og hófst hann klukkan 17:02. Fundinn sitja Ragnar Már Ragnarsson, Kristján Hildebrandsson, Heiðrún Höskuldsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir og sú sem hér stýrir fundi, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir. Hér er einnig Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri og Gyða Steinsdóttir og Jón Sindri Emilsson sem sér útsendingu fundar. Dagskráin í 24 liðum, þannig að við skulum bara hefja dagskrána. Fyrsti liður fundargerð 41. fundar bæjarráðs sem lögð hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 1. Og enginn hefur kveðið sér hljós. Liður 2 fundargerð 47. afgreiðslufundar byggingarfulltrúa sem lagt hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 2. Enginn kveðið sér hljós. Liður 3 fundargerð skipulagsnefndar frá fundi númer 39, lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveðið sér hljós. Fjórði liður lögð fram 24. fundargerð skóla- og fræðslunefnd, lagt fram til kynningar og orðið laust undir lið 4. Enginn kveðið sér hljós. Liður 5 fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga frá fundi númer 992 sem haldinn var 23. janúar 2026, lagt fram til kynningar og orðið laust undir lið 5. Enginn kveðið sér hljós. Liður 6 farsímasamband í kjölfar lokunar 2G og 3G. Þetta lagt fram hér minnisblað frá Gagna EHF vegna lokana á þessum farsímakerfum. Þetta lagt hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 6. Enginn kveðið sér hljós. Liður 7 tillaga til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2026 til 2030. Hér lögð fram umsögn sveitarfélagsins vegna tillögu til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2026 til 2030. Jafnframt lögð fram bréf sem sveitarfélagið sendi forsætisráðherra og innviðaráðherra þar sem áherslur sveitarfélagsins, einkum varðandi Breiðafjarðarferjuna Baldur, áréttaðar. Þetta lagt hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 7. Enginn kveðið sér hljós. Við erum komin að lið 8, erindi Breiðafjarðarnefndar vegna jarðvinnu við Búðanes. Að beiðni Ragnars Más Ragnarssonar bæjarfulltrúa lögð fram svör sveitarfélagsins við fyrirspurn Breiðafjarðarnefndar vegna jarðvegsvinnu og mótun söguleiðar við Búðanes en verkefni byggir á samstarfi sveitarfélagsins og Minjastofnunar Íslands. Orðið laust undir lið 8. Ragnar Már bæjarfulltrúi Yllistaði biður orðið. Gerðu svo vel, Ragnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég óskaði eftir þessum gögnum þar síðasta bæjarstjórnarfundi, minni mig. Svona til að fara aðeins yfir stöðuna og hverju væri búið að svara, Skipulagsstofnun var búin að senda einhverja fyrirspurn hérna á einhverju tímapunkti var ekki búið að svara Breiðafjarðarnefnd og þetta var svona óvissa framkvæmdaleyfi og annað því líkt. Ég ætla nú að fá að gefa mér eftir meiri tíma til að skoða þetta og jafnvel óska eftir að málið verið tekið upp aftur. En það segir meðal annars þarna að verkefni byggja á samstarfi sveitarfélagsins og Minjastofnunar Íslands og að það sé þá byggt á einhvers konar áætlun sem eigi að fara vinna eftir þarna fyrir svæðið. Ég man ekki eftir því að það hafi verið búið að samþykkja einhverja ákveðna áætlun, enda þetta náttúrulega bara svona mjög grófar þrívíðar teikningar sem eru undir málinu, svo sem ekki undir málinu sem fylgiskjöl núna en þessar tillögur sem liggja þarna fyrir og til að mynda þessi garður sem búið að
búa til þarna samkvæmt þessari teikningu, þessari grófu teikningu, þá er það einhvers konar brú. Þannig að ég held að það sé ekki alveg farið með rétt mál þegar það er verið að svara Skipulagsstofnun og Breiðafjarðarnefnd, en ég mun sjálfsagt óska eftir að máli verið tekið upp aftur svona þegar allir þessi tölvupóstar og þessi samskipti eru komin til skila. Takk. Takk fyrir þetta Ragnar Már. Orðið er laust undir lið 8. Jakob Björgvin, gerðu svo vel. Já, forseti, svona þar sem að ég held að öll gögn væri undir málinu og væri búið að koma til skila, en í rauninu var Breiðafjarðarnefnd, ef ég skil skipulagsstofnun var rétt, að þá var Breiðafjarðarnefnd afhent minnisblaði sem var sent Skipulagsstofnun og það var svar sveitarfélagsins til Breiðafjarðarnefndar og síðan Breiðafjarðarnefnd brást við því með erindi sem liggur líka undir fyrir málinu og þau tölvupóstsamskipti sem að tengjast málinu eiga að vera undir málinu. Þannig að ef það er eitthvað önnur gögn sem að eiga fylgjandi málinu var gott að fá það fram og líka held ég að sé ákveðinn misskilningur í þessu máli í grunn til því að máli byggir á lagfæringum 23-24 af hálfu sveitarfélagsins og grunnurinn er sá að það er verið að tala um jarðrask á svæðinu. Jarðraskið fór væntanlega fram árið 2022, ekki 2003 og 2004, þegar sveitarfélagið var að lagfæra í rauninni eftir jarðraskið. Þannig að í rauninni ætti þá, eins og ég skil þetta, að þetta beina ætti frekar að beinast að jarðraskinu 2022 sem lág þá fyrir byggingarleyfi og annað tengslum þær framkvæmdir, en ekki lagfæringar sveitarfélagsins sem jarðraskið var þegar farið orðið á þeim tíma. Þannig ég held að grunnur sé að byggður á ákveðnum misskilningi, en ég er ekki alvitur. Takk fyrir þetta Jakob Björgvin. Orðið er enn laust undir lið 8. Ragnar Már, bæjarfulltrúi í-lista, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fyrirspurnin frá Skipulagsstofnun snýr aðalega að þeim jarðvegsframkvæmdum sem hafa verið gerðar þarna nú þegar. Mótunin á landinu, hvernig þessi hryggur kemur til og þá er sagt að það sé byggt á þessum teikningum sem hafa verið unnar með einhverjum landslagsarkítekt. Þannig að það er nákvæmlega það sem er verið að spyrja um. Skipulagsstofnun, ég held að sé ekkert að spá í jarðvegsframkvæmdunum sem voru gerðar þarna þegar að byggingarlög var fellt úr gildi. Það er bara afgreitt mál. Þetta er fyrst og fremst frágangurinn á og þessar minjar sem eru þarna í fjörunni, hvernig var ruðst yfir þær 170 fermetra og annað þvíumlíkt. Þannig að það er það sem að Skipulagsstofnun er að spyrja um. Þannig að þetta er engin misskilningur. Takk. Takk Ragnar Már. Fleiri sem vilja kveðja hljóðs undir lið 8. Þú sendir það bara fyrirspurn, þá vilt frekar útskýringar. Það er engin skilningur eins slæmur og misskilningur. Liður 9, fyrirgjöf. Já, gerð svo vel. Steinunn Ingibjörg víkur að fundi undir lið 9. Já, liður 9 er merkjalýsingu Daldavík 6. Lögður hér fram drög að breytinga merkjalýsingu milli Daldavíkur 6 og Vatnsás 18. Golfklúbburinn Mostri. Þessi breyting er unnið samkvæmt breytingu á deiliskipulagi Víkurhverfis sem öðlaðist gildi í B-deild stjórnartíðenda þann 3.7.2024 og er í gildi. Bæjarráð samþykkti á 41. fundi sínum merkjalýsingu og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 9. Engin kveðju hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt með 6 atkvæðum þeirra sem hér sitja. Steinunn víkur að fundi.
Og kemur Steinunn Ingibjörgin aftur. Og við förum í lið 10 sem þjóðhátíðarnefnd fyrir 2026. Og orðið laust undir lið 10. Ég les það bara upp öll nöfnin og hérna ef þið hafið ekkert við það aðtúa. Hér listi með 12 nöfnum. Fyrst Ellen Alfa Högnadóttir, Sveinn Davíðsson, Bæring Magnússon, Andri Þór Hinriksson, Dagný Rún Þorgrímsdóttir, Harpa Björk Eiríksdóttir, Helga Hjördís Björgvinsdóttir, Kristinn Már Pálsson, Kjartan Jóhannes Karvelsson, Marius Pétur Masotta, Lára Björgvinsdóttir og Bensi Petto. Og hverjir samþykkja þessa þjóðhátíðarnefnd. Og það samþykkt samhljóða. Kröftugur hópur og verður örugglega góð dagskrá 17. júní. 11. liður gjaldtöku bílastæða á hafnarsvæði. Á 35. og 40. fundi bæjarráðs var fjallað heimild rekstraraðila á hafnarsvæðinu til að veita viðskiptavinum sínum gjald frjáls bílastæði á P1 út árið 2025 í gegnum útfærslu parka. Markmið tillögunnar að styðja við ferðaþjónustu, efla þjónustu og bæta aðgengi á svæðinu. Bæjarráð samþykkti heimildina á 35. fundi sínum og vísaði áframhaldandi fyrirkomulagi gjaldtöku til umfjöllunar hjá atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Og atvinnu- og nýsköpunarnefnd tók á 6. fundi sínum undir að gjaldtakan á hafnarsvæðinu sé mikilvægur þáttur í uppbyggingu og viðhaldi þeirra innviða sem þjónusta ferðamenn. Nefndin samþykkti í fyrirliggjandi tillögum að styðja við heimild rekstraraðila til að veita viðskiptavinum sínum gjaldfrjáls bílastæði, enda sé slíkt úrræði skynsamleg leið til að styðja við ferðaþjónustu á hafnarsvæðinu í ljósi gjaldtökunnar. Í kjölfarið voru haldnir fundir með ferðaþjónustuaðilum og öðrum hagsmunaaðilum og bæjarstjóra falið að endurskoða gjaldtöku. Lögð var fram tillaga að breyttri gjaldskrá sem bæjarráð samþykkti með fyrirvara samráð við hafnarstjórn og atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Bæjarstjóri gerði á 41. fundi bæjarráðs grein fyrir fundi sínum með ferðaþjónustuaðilum á hafnarsvæði í samræmi við umræðu á síðasta fundi bæjarráðs með það að markmiði að aðlaga gjaldtöku á svæðinu þannig að hún hafi sem minnst áhrif á ferðaþjónustuaðila á hafnarsvæðinu. Á grunni framangreindra samtala var lögð fram tillaga að breyttri gjaldtöku á hafnarsvæði. Bæjarráð samþykkti fyrirliggjandi tillögu að endurskoðunar gjaldskrám með fyrirvara samráð við hafnarstjórn og atvinnu- og nýsköpunarnefnd og lögðu nú fram fundargerð frá samráðsfundi með hafnarstjórn og atvinnu- og nýsköpunarnefnd sem framfór föstudaginn 20. febrúar. Lagt hér fram uppfært minnisblað bæjarstjóra í kjölfar fundar bæjarráðs og samráðsfundar og orðið laust undir lið 11. Kristján Hildebrandsson. Haukur á skíðum og Kristján staðið hann. Gerðu svo, Kristján. Takk fyrir, frú forseti. Ég ætlaði bara að byrja á stuttri fyrirspurn. Þegar ég las yfir minnispunktana, ég sá ekki, allavega skildi ekki þegar að talað langtímastæðin, verið að breyta fyrirkomulaginu þar líka. Það talað gula svæðið og svo nefnt stæðin við Súgandisey. En ég sá ekki fjólubláu langtímastæðin nefnt. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Jakob Björgvin, allar útskýra þetta. Björgur, takk eftir. Kristján eini sem að kalla mig svona frú forseta. Það ekki eftir því. Þetta fyrir mig þetta. Takk, Kristján. Já, forseti. Í kafla 4 í minnisblaðinu sem að tillögunarrauninni kemur fram, þar rauninni fjallað fund bæjarráðs frá 19. febrúar síðastliðinn og þá var tillagan samþykkt ásamt því að samræma gjaldtökuna við þjóðgarðinn í Snæfellsjökul. Það þá
1.100 krónur á sólarhring í langtímastæðum sem þá þessi stæði sem eru merkt fjólublá væntanlega. Þannig að því litinu og við hafa sömu skiltun til að gæta samræmis. Við les hér upp með leyfi forseta. Óbreytt gjaldtaka við Sundisey og síðan umboð til handa bæjarstöð til að ræða leigu eða kaup á stæðum sem kemur þá til sérstaklega afgreiðslu síðar. Já, því yrði fyrir þrækstrar á svæðinu og þessi nálgun var staðfest á sem samráðsfundi. En fjallað þessi stæði á þessu leyti og gjaldskrárin samræmd við þjóðgarðinn Snæfellsjökul. Takk fyrir þetta, Jakob Björgvin. Orðið laust undir lið 11. Kristján Geirsvall. Þakka frú forseti. Ég ætla að koma bara með stutta bókun. Íbúðalistinn fagnar því að við séum að bakka eins tilbaka með gjaldtökuna á bílastæðunum við höfnina og að við getum litið á útfærslu síðasta sumar sem mistök sem hægt að læra af. Við samþykkjum núverandi tillögu. Undir þetta ritar Kristján Hildebrandsson, Ragnar Már Ragnarsson og Heiðrún Höskuldsdóttir. Takk, Kristján. Orðið laust undir lið 11. Engin kveðsljós. Ég les þá bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og fyrirliggjandi tillögu að gjaldtöku á hafnarsvæði. Hverjir eru samþykkið því? Og það samþykkt samhljóða. Lið 12. Ný spennistöð við Austurgötu 4C. Lagt hér fram erindi frá Rarik vegna nýrrar spennistöðar á Austurgötu 4C og lagna að spennistöðinni. Bæjarráð samþykkti á 41. fundi sínum áform Rarik og vísaði þeim til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið laust undir lið 12. Engin kveðsljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Lið 13. Styrkumsóknir. Bæjarstjórn sveitarfélagsins Stykkishólms auglýsti þann 28. janúar eftir styrkumsóknum frá einstaklingum og fyrirtækjum í samræmi við reglur styrkveitingar. Umsóknarfrestur var til og með 18. febrúar. Lagðar eru fram styrkumsóknir sem bárust á auglýstum tíma. Bæjarráð samþykkti á 41. fundi sínum fyrirliggjandi tillögu og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn. Og orðið laust undir lið 13. Engin biður orðið. Bæjarstjórn staðfestir samþykki tillögu bæjarráðs að eftirfarandi styrkveitingum. Leikfélagi Grímnir krónur 100.000 til smærri viðburða. Eyrbyggjursögufélagið krónur 100.000 til viðburða. Jóga Vellíðunarstúdíó krónur 150.000 í aðstöðustyrk. Kerlingaskarðslaup krónur 50.000 ásamt frítt í sund fyrir keppendur væntanlega. Júlíanahátíð 2026 krónur 100.000 til hátíðarinnar. Heima í Hólmi 2026 krónur 100.000 til hátíðarinnar og píludeild Mostra krónur 100.000 til kaupa á píluspjöldum og rafeindabúnaði. Hver eru samþykkir þessari tillögu að þessum styrkveitingum? Og það er samþykkt samhliða. Liður 14. Málefni félags- og skólaþjónustu Snæfellsness. Málefni félags- og skólaþjónustu Snæfellinga voru tekin til umræðu á 24. fundi skóla- og fræðslunefndar. Bæjarráð vísaði á 40. fundi sínum tillögu skóla- og fræðslunefndar til bæjarstjórnar og orðið laust undir lið 14. Enginn hefur beðið orðið. Bæjarstjórn tekur undir ályktun skóla- og fræðslunefndar og óskar eftir því að félags- og skólaþjónusta Snæfellinga verði falið að boða til fundar í samræmi við ályktun nefndarinnar. Hver eru samþykkið þessum? Og það er samþykkt samhliða. Liður 15. Endurskoðun aðalskipulags.
Þeir eru lögð fram verklýsing á aðalskipulagsvinnu. Skipulagsráðgjafi kynni lýsinguna á 39. fundi skipulagsnefndar og skipulagsnefnd samþykkti að kynna verkefnalýsinguna samanber 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Bæjarráð samþykkti á 41. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja verkefnalýsinguna til kynningar samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga og orðið er laust undir lið 15. Engin kveðju hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir að tillögu bæjarráðs að samþykkja verkefnalýsinguna til kynningar samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Hver er samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Liður 16 hraðhleðslustöðvar. Bæjarráð fól skipulagsfulltrúa á 40. fundi sínum að leggja fram tillögu breytingu á deiliskipulagi við lóð Atlasólíu. Skipulagsfulltrúi lagði á 39. fundi skipulagsnefndar fram 2 tillögur að breytingu á deiliskipulagi Klapparás, verslunar- og þjónustusvæði samanber 1. málsgrein 43. skipulagslaga. Skipulagsnefnd fór yfir tillögunar að breytingu á deiliskipulagi og nefndin valdi tillögu nr. 1 og lagði til að áfangaskipta eftir eftirspurn. Nefndin fór skipulagsfulltrúa að fullvinna þá tillögu og leggja aftur fyrir skipulagsnefnd. Bæjarráð samþykkti á 41. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 16. Engin kveðju hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og skipulagsnefndar. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Liður 17 Úlfarsfell byggingarleyfis umsókn. Sóttur leyfi til byggingar íbúðarhús og bílskúrs eða gestarými í landi Úlfarsfells. Byggingarfulltrúi vísaði erindinu til skipulagsnefndar og skipulagsnefnd heimalega á 39. fundi sínum byggingu nýs íbúðarhús og bílskúrs eða gestarými í landi Úlfarsfells þar sem heimild er fyrir því í aðalskipulagi Helgafellssveitar frá 2012 til 2022. En heimild er að byggja 4 stöku íbúðarhús á jörðinni og 3 frístundahús án þess að gera þurfi deiliskipulag. Á jörðinni er nú þegar staðsett 1 frístundahús og geymsluhús. Bæjarráð samþykkti á 41. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar með og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 17. Ragnar Már, bæjarfulltrúi í Yllistam, biður orðið. Gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er að ræða byggingarleyfisumsókn í Helgafellssveit og ef maður rétt þá var það tekið fyrir held ég 23 eða 4 eða eitthvað svoleiðis þegar var verið að óska eftir byggingarleyfi í á Helgafelli og vegna þessa misskilnings eða svona mistúlkunar á aðalskipulagi sveitarfélagsins varðandi hvaða heimildir eru á hverri jörð á þess að þurfa að fara í deiliskipulag. Það er ekki svona sameiginlegur skilningur manna á því og ég held að við munum það öll þegar við vorum að taka þetta fyrir að þá var skipulagsfulltrúa falið að fara í vinnu á aðalskipulaginu þannig að þetta væri miklu svona skarpari línur og textinn væri alveg óumdeildur. Það hefur ekki verið klárað ennþá og sko, það er mín skoðun að og ég les það úr aðalskipulaginu að það þurfi að fara í einhvers konar deiliskipulag fyrir svona uppbyggingu. Ég mun samt sem áður samþykkja þetta en ég veist já, bara svolítið fúlt að þessi aðalskipulags, þessi litla aðalskipulagsbreyting, við erum að tala eina setningu sem hefði þurft að breyta, að hún skuli ekki vera búin núna tæpum 4 árum seinna og við erum að taka núna til afgreiðslu held ég 4 byggingarleyfi sem eru einmitt velta á þessari mistúlkun aðalskipulagsins. En það er svo sem ekkert of seint en ég myndi gjarnan vilja sjá þessa breytingu keyrða í gegn þó við séum að vinna nýtt aðalskipulag fyrir sameiginlegt sveitarfélag. En það verður ekki tilbúið fyrir 27, 28 jafnvel. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Orðið er laust undir lið 17.
Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og skipulagsnefndar. Hverju er samþykki því? Og það er samþykkt samhljóða. Liður 18, Ægisgata 1, fyrirspurn sólskála. Hér er sótt leyfi fyrir sólskála en hönnunin gerir ráð fyrir að sólskáli komi ofan á núverandi staðsteypta veggi framan við hús. Byggingafulltrúi vísaði erindum til skipulagsnefndar og skipulagsnefnd heimilaði á 39. fundi sínum byggingu sólskálans og taldi ekki þörf á grenndarkynningu. Það sem að ræða glerþak ofan á núverandi staðsteypta veggi framan við húsið. Staðsteypti veggurinn er 1,54 á hæð og verður hækkunin 0,5 metrar eða 2,04 metrar þar sem hún er lægst og fer upp í 2,81 metrar þar sem hæðin er mest og er það fyrir miðju svæðisins. Bæjarráð samþykkti á 41. fundi sínum að grenndarkynna máli fyrir eigundum Tangagötu 1 og 2 og Ægisgötu 3, 5 og 7 og 9 og vísaði afgreiðslu bæjarráðs til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 18. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Lið 9. Jónsnes fuglaskoðunarhús. Sótt eru að nýju leyfi til byggingar fuglaskoðunarhús í landi Jónsnes. Umsóknin tekur mið af áður samþykktu leyfi sem rann út þar sem framkvæmd var ekki hafin innan gildistíma. Byggingarfulltrúi vísaði erindinu til skipulagsnefndar og ennfremur er sótt framkvæmdaleyfi fyrir vegstæði að húsi. Skipulagsnefnd heimilaði á 39. fundi sínum byggingu húsnæðis á grunni framanlagðra gagna þar sem heimild er fyrir því í aðalskipulagi Helgafellssveitar 2012-22 en heimild er að byggja 4 stök íbúðarhús og 3 frístundahús án þess að gera þurfi deiliskipulag. Á jörðinni er nú þegar 1 íbúðarhús, 2 geymslur og hjallur samkvæmt fasteignaskrá. Skipulagsnefnd gat ekki fallist á að fuglaskoðunar byrgi sé að ræða samanber upptalningu í kafla 4.1 í aðalskipulagi Helgafellssveitar. Og í ljósi þess að ekki hefur verið fallist á að fuglaskoðunar byrgi sé að ræða áréttaði nefndin að formlega þarf ganga frá skilgreiningu húsnæðisins, frístundahús, íbúðarhús, áður en áformin verða endanlega samþykkt af hálfu byggingafulltrúa. Skipulagsnefnd lagði áherslu á að húsið verði staðsett 50 metra frá sjó og að yfirlýst mynd sé í réttum kvarða. Ekki er hægt að veita framkvæmdaleyfi fyrir vegstæði þar sem gögn vantar, svo sem hönnun vegarins og fleiri gögn samanber 7. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772 frá 2012 og umsagnir Skipulagsstofnunar, Vegagerðarinnar, Minjastofnunar og Náttúruverndarstofnunar liggja fyrir. Skipulagsnefnd frestaði afgreiðslu framkvæmdaleyfi þar til fullnægjandi gögn berast. Bæjarráð samþykkir afgreiðslu Skipulagsnefndar á 41. fundi sínum og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 19. Ragnar Már, bæjarfulltrúi Ylista, gerð svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara örstutt þetta mál. Ég fagna bara afgreiðslu skipulagsnefndar. En þetta er svona típískt mál sem að væri ekki að koma inn á borð okkar ef að lægi fyrir deiliskipulag. Leita umsagnar hjá minjavernd, minjastofnun og allt þetta, skipulagsstofnun, af því að það liggur ekki fyrir deiliskipulag. Með því að útbúa einfalt deiliskipulag fyrir svæðið, sem að hefði verið hægt að byrja fyrir ári síðan og hefði verið búið sér fyrir 4 mánuðum síðan, þá væri búið að fá umsagnir og allt klárt. Byggingafulltrúi stimpla bara teikningar og verð skú. Ekki að fara í gegnum kerfið, það þarf að fara til skipulagsnefndar, það þarf að fara til byggingafulltrúi að bæjarráð hingað og eitthvað svona, og svo þarf að fara að leita umsagna og allt þetta. Bara afgreiða deiliskipulag, byggingafulltrúi og stimpalar og framkvæmdir geta hafist. Þetta er langa einfaldast fyrir alla aðila og ekki síst landeigendur og framkvæmdir aðila. Takk. Takk Ragnar Már, orðið er laust undir þessum lið. Ef einhver vill koma upp. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og skipulagsnefndar. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Það kom að lið 20 Bessaskjahraun sjávarhús. Sóttur leyfi til að byggja sjávarhús í landi Bessaskjahrauns. Skipulagsnefnd tók erindi fyrir á 29. fundi sínum þann 10. apríl 2025 og að samþykkta afla umsagna frá Minjastofnun og Náttúruverndarstofnun og að sækja þurfi framkvæmdaleyfi fyrir vegi að húsinu.
Einnig benti skipulagsnefnd að byggingareitur skuli ekki vera nær en 50 metrum frá fjöruborði miðað við stórstraumsflæði. Bæjarráð og bæjarstjórn staðfesta afgreiðslu skipulagsnefndar á 32. fundi bæjarráðs og 37. fundi bæjarstjórnar. Skipulagsnefnd heimilaði á 39. fundi sínum byggingu sjávarhús, frístundahús í landi Berserkjahrauns þar sem heimild fyrir því í aðskipulagi Helgafellssveitar frá 2012 til 2022, en heimild að byggja 4 stök íbúðarhús á jörðinu og 3 frístundahús án þess að gera þau í deiliskipulag. Á jörðinu nú þegar eyðibygging og heimild til að vinna deiliskipulag vegna frístundahús. Bæjarráð samþykkti á 41. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 20. Ragnar Már kveður sér ekki ljós. Einhver sem vil annar orðið? Nei. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og skipulagsnefndar. Hverju samþykkið því? Og það samþykkt samhliða. Að koma að lið 21 samstarf uppbyggingu í Víkurhverfi. Bæjarstjórn samþykkti á 39. fundi sínum að hafa viðræður við Skipaegg ehf. Samstarf skipulag og uppbyggingu íbúðarhúsnæðis vestan Borgarbrautar í Víkurhverfi á grunni fyrirliggjandi gagna. Bæjarstjórn vísaði samningaviðræðum við Skipaegg ehf. Til vinnslu í bæjarráði og lagði til samráð við skipulagsnefnd skipulagshluta samningsins. Þá óskaði bæjarstjórn þess að fulltrúar Skipaeggur ehf. Fengju sem fyrst tækifæri til þess að kynna áform sín og hugmyndir sínar á sameiginlegum fundi bæjarráðs og skipulagsnefndar. Og á 37. fundi bæjarráðs mættu fulltrúar Skipaeggur ehf. Til fundar við bæjarráð og gerðu grein fyrir áætlunum sínum. Bæjarráð fól bæjarstjóra að leggja grunn að drögum að samkomulagi í samræmi við umræður á fundinum og leggja fyrir bæjarráð. Í samræmi við ofangreint voru lögð fram drög að samkomulagi milli sveitarfélagsins og Skipaeggur ehf. Á 40. fundi bæjarráðs. Bæjarráð samþykkti á 40. fundi sínum að haldinn yrði sameiginlegur vinnufundur með fulltrúum skipulagsnefndar og bæjarstjórnar þar sem línur sveitarfélagsins yrðu lagðar og í framhaldi af þeim fundi muni bæjarráð funda ásamt formanni skipulagsnefndar með fulltrúum Skipaeggur ehf. Og bæjarráð fól bæjarstjóra á 40. fundi sínum og óska eftir fundi með Skipaegg ehf. Til að fjalla samkomulag milli sveitarfélagsins og Skipaeggur. Á 39. fundi skipulagsnefndar mættu bæjarfulltrúar og fulltrúar Skipaeggur til fundar og gerðu grein fyrir málinu. Skipulagsnefnd tók jákvætt í frekar uppbyggingar áform í Víkurhverfi og lagði til að bæjarráð gangi frá viljayfirlýsingu við Skipaegg. Bæjarráð samþykkti á 41. fundi sínum viljayfirlýsingu við Skipaegg ehf. Og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja hana og orðið laust undir lið 21. Ragnar Már bæjarfulltrúi í lista, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér til umræðu viljayfirlýsing á milli Skipaeggur og sveitarfélagsins að fyrirtækið fái úthlutað svæði suðaustan við Borgarbrautina til uppbyggingar á íbúðarhúsnæði. Samningurinn felur í sér að það verði gerð, að fyrirtækið sjái sem sagt gerð deiliskipulags og sjái framkvæmd gatnagerðar í samvinnu við veitufyrirtækin. Þetta var tekið til umræðu á síðasta bæjarráðsfundi og var afgreiðslan á þá leið að viljayfirlýsingin lóðúthlutun til Skipaeggur hafi verið samþykkt með 2 atkvæðum. Hrafnhildar og Steinunnar, sem þýðir þá að ég hef sittið hjá og ég ætla bara að fá að gera aðeins grein fyrir því af hverju ég satt hjá að sinni, eins og ég orðaði á fundinum, og að því að mér fannst það ekkert svona alveg augljóst þegar við vorum að skoða málið og þess vegna vildi ég aðeins fá að sitja hjá. Í fyrsta lagi þá setti ég spurningamerki við það hvort það væri svona bara sanngirnismál eða góð stjórnsýsla að veita einum byggingaraðila í umhverfi þar sem er þokkalega góð sala og gengur vel að byggja til að selja, fái svona, hvað ég vil segja, smá forskot á aðra. Alls ekki að segja að það sé eitthvað slæmt, ég vildi velta þessu fyrir mér. Í öðru lagi, hvort að sveitarfélagið gæti þá á móti tryggt nægt framboð parasólóða í sveitarfélaginu, þannig að aðri byggingaverktakar hefðu þá aðgengi að lóðum eða þeir vildu byggja eða einstaklingar sem myndu vilja byggja saman eða eitthvað. Og svo hvort að
bærinn ætti að fara reynilega bara sjálfur í þessa framkvæmd. Og jarðvinnan er sjálfsagt ekkert gríðarlega mikil þarna, þannig að það voru þessi 3 punktar sem að ég vildi kanna. Áhugi verktakanna virðist vera fyrst og fremst á Paras- og Ráðhúsalóðir og það virðist ganga vel og eftirspurnin eftir slíku húsnæði er greinilega mikil, 120-30 fermetra 2-3 íbúðum með bílskúr. Það er eftirspurn eftir þessu. Og ég fagnaði náttúrulega að það sé áhugi hjá fyrirtækjum að fara í uppbyggingu á hólminum og ég mun samþykkja þessa tillögu. Og en mér fannst það ekkert svona alveg augljóst fyrst þegar maður sá þetta samkomulag en það er svona margt sem spilar inn í þetta. En samhliða þessu þá langar maður að leggja fram tillögu sem er svo hljóðandi, hvort hún er tekin til afgreiðslu hér eða vísaði bæjar og hvernig sem er. Undirritað leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að koma með tillögur af því hvernig fjölga megi par- og raðarsalóðum í Víkurhverfinu með því að breyta Datavík 1 og 3 og 2 innstu lóðunum við Borgarbraut í par- eða raðarsalóðir og leggja drög að tillögum fyrir næsta bæjarráðsfund. Þannig að það verði þá svona gætt ákveðins jafnræðis að þá er bara gengið frá svona samleiki við Skipavík og þá verði þá fjölgað leið lóðum par- og raðarsalóðum í Víkurhverfinu. Það skiptir ekki máli, sko. Þetta er það bara 7. eða 7. skipulagsbreytingin sem hafa verið gerð og en þá hugsa til að mæta eftirspurn annarra eftir þessu. Takk. Já, við erum að halda 45. fund bæjarstjórnar og þetta er við samþykkjum þetta á 39. fundi og okkur þykir lengur komið þess að tillögu. Við erum búin að tala um þetta mörgum fundur. En orðið laust undir lið 21. Jakob Björgvin Garðarsson. Já, forseti, þetta er svona ekki efnislegt, sko, heldur frekar formsatriði. Því við erum hérna með til afgreiðslu þetta viljayfirlýsingu og hún er sem slíkt sko, sérstakt mál. Svo tillaga sem liggur fyrir hér er inn í annað mál og við höfum svo, já, akkurat og það er svona væri sko að forminu til svona, við höfum náttúrulega lendið hérna að vera með svona mál, önnur mál undir sama mál og þurfa að skipta því síðar. Það er ekki góð stjórnsýsla. Ég myndi leggja til frekar að máli kæmi bara, ekki hér til afgreiðslu, heldur frekar að hún kæmi bara beint inn á næsta bæjarráðsfund sem sérstakt mál. Það er réttari stjórnsýsla, þetta er ótengt mál. Við þurfum að vera með sérstakt málsnúmer undir þessu máli og þannig að ég svona legg til að ef það væri til í það bæjarfulltrúinn Ragnar Már að draga þessa formlegu tölu hér að því að ná ekki við undir þessu máli tilbaka, en ég er ekki efnislega leggja mat á hann, heldur bara formsatri að hún fái bara sína málsmeð fyrir undir sérstökum máli næsta bæjarráðsfundi og hún kæmi þá bara þar inn. Takk fyrir þetta, Jakob Björgvin. Orðið laust undir lið 21. Ragnar Már, gerðu svo vel. Forseti, það getur bara þetta var. Eins og ég held ég hafi sagt í máli mínu að þá mætti vísa þessari tillögu bara inn í bæjarráð eða hún kæmi þar inn. Það sem ég er að leggja áherslu á að sjálfsagt og eðlilegt að samþykkja þessa tillögu, þann samning við, en þá að það verði tekin fyrir tillaga í, held ég hafi sagt alveg örugglega, inn í bæjarráði að það verði farið í að skoða hugsanlega fjölgun á bæjarráðslóðum. Sjálfsögur gerir ég með grein fyrir því að þetta er sérhvort máli, sko, en það er bara, það er þannig að það sé ekki búið að útiloka aðra möguleika og aðra verktaka til að koma inn á markaðinn. Takk. Já, ég ætla að taka örstutt fundarhlé. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og öruggra samgangna þar á milli
má heita að samfélag fólksins í hólminum sameini kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi. Og þá höldum við áfram eftir fundarhlé til að Ragnars Páls er ekki hér til afgreiðslu, en ég spyr bæjarstjóri samþykkir tillögu bæjarráðs, hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá eru komin að lið 22 sem fjallar samkomuhús í Stykkishólmi við Aðalgötu 6. Hér eru lögð fram drög á samningi sveitarfélagsins við Aftanskinn, félags eldri borgara í Stykkishólmi afnot af samkomuhúsinu við Aðalgötu 6. Samningurinn er í samræmi við áherslur fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins og miðar að því að koma húsnæðinu í nothæft ástand og í samfélagslega notkun í samstarfi við Aftanskinn. Bæjarráð tók á 40. fundi sínum jákvætt í fyrirliggjandi hugmyndir og fór bæjarstjóri að halda áfram viðræðum við Aftanskinn fyrirliggjandi samningsdrög og lagði til að málið yrði kynnt safna- og menningarmálanefnd. Bæjarráð vísaði á 41. fundi sínum samningnum til samþykktar í bæjarstjórn. Ég ætla að bera hér upp tillögu að afgreiðslu þessa máls ásamt tillögu að breytingum á samningi til að hnykkja á þeim áherslum sem að legið hafa fyrir í málinu. Og ég vísa hérna til fyrirliggjandi gagna sem að liggja undir fundinum og orðið er laust undir lið 22 ásamt á þessari tillögu minni. Ég geri það tillögu minni að hérna afgreiðslu málsins ásamt, ég ætla að afgreiða málið með tillögu að breytingum á samningnum til að hnykkja þeim áherslum sem hafa legið fyrir í málinu. Þið eru með þessi gögn, þið eru með uppfærðan samning undir fundargögnum og ég geri það tillögu minni að við samþykkjum þessa afgreiðslu með breytingum, áorðnum breytingum. Við taka stutt fundarlega. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum sameini kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess
í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum sameini kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju,
heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi, fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika
í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru, jafnvel vatnið hér slóðir. Þá þessu fundarlíði lokið og við höldum áfram undir lið 22 samkomuhúsið í Stykkishólmi sem stendur við Aðalgötu 6, fallega rauða húsið okkar, og orðið laust undir þessum lið. Og Ragnar Már, bæjarfulltrúi og í-lista, hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Ragnar Már. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Hér við til umræðu samning sem liggur til samþykktar á milli Aftanskins, Golfhússins, Mostra og Sveitarfélagsins frí afnot af samkomuhúsinu Aðalgötu 6. Og á 41. fundi bæjarráðs þá lögð fram drög af þessum samningi sem reyndar búið að gera örlitlar breytingar á núna og allt í góðu með það. Og hann sem sagt snýst það að þarna verði félagsstarf eldri borgara með einhvers konar svona smíðaaðstöðu og jafnframt verði komin fyrir golfhermi í húsinu sem verður seldur aðgangur að og rekinn af Mostra, þessi golfhermir. Allan hef ég heyrt það bara frá golfurum sjálfum að það verði sem sagt seldur aðgangur að þessu tæki sem að væntanlega kalla þá einhvers konar rekstrarleyfi, sko. Þegar þetta kom til samþykktar í bæjarráði þá kaus ég á móti þessu og var ekki neinum vafa hvernig atkvæðið mitt færi, einfaldlega vegna þess að það var gerð skýrsla 2021 ástand hússins, unnin af verksýn og hún nú bara aðgengileg á netinu og ég hvet fólk til að ná sér í hana og lesa hana, jafnframt niðurstöður úr rannsóknum á stroku sínum sem að fóru í til að kanna myglu í húsinu. Þannig að já, þessi skýrsla bara, hvað ég segja, hún bara kolsvört og en svona áður en við kannski fyrir aðeins yfir skýrsluna sjálfa að þá langar mig að bara aðeins að renna örstutt yfir það þú veist hvaða umfjöllun húsið búið að fá frá því að var lokað á sínum tíma vegna slæms ástands. Og þetta var tekið til þess fyrir bara á fyrsta fundi bæjarráðs, Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar, þar sem að bæjarstjóri gerir grein fyrir hugmyndum stofnun hollvinasamtökum húsið. Bæjarráð tekur jákvætt í að virkja samtakátt samfélagsins til uppbyggingar á samkomuhúsinu og vísa málunum til frekari vinnslu í bæjarráði. Janúar 23 bæjarstjóri leggur til að með næstu skref mótuns framtíðarsýnar fyrir húsnæðið við bæjarráð með fundi með Jóni Ragnari Daðasyni í samkomuhúsinu vegna hugmynda sem bæjarstjóri hefur rætt við Jón Ragnar og tengjast hugmyndum endurgerð og uppbyggingu hússins ásamt framtíðarnotkun þess. Þetta hefur verið tekið í afturrita tekið fyrir í bæjarráði, þú veist, og þetta allt á þessum takti. Safna- og menningarmálanefnd hefur fjallað málið nokkru sinnum og það allt á sömu bókina, þetta snýst
hvernig við ætlum að fjármagna endurbygginguna, gera það þá á grunni þessara teikninga sem að Bæring vann fyrir okkur á sínum tíma, mjög fína teikningar og væri bænum til sóma að eiga eitt svona félagsheimili hérna í miðbænum. Og þetta var allt snúist þetta, hvernig við á fjármagnað, hvernig getum við gert þetta og hvaða notkun á húsið að fá. Þannig að þetta er svona umræðan búin að vera með reglulegu millibili núna í gegnum árin. Þar til að bara á þar síðasta fundi, þá poppar upp nýtilega þar sem að lögð fram drög að samningi milli aftanskins afnot af húsinu. Og á 40. fundinum að þá svona, tekið jákvætt í þetta og máli sent inn í safna- og menningarmálanefnd og átti eitthvað að ræða málið, sko. Daginn eftir, safna- og menningarmálanefnd náttúrulega ekki búin að fjalla málið. Málið ekki komið inn til bæjarstjórnar til samþykktar. Þá búið að hófa í her manna til að fara þarna inn til að hefja uppbyggingu á og njörvan búta húsi niður eða búta húsi niður eftir hvernig á að nýta það og ekki liggur fyrir samþykki og safna- og menningarmálanefnd náttúrulega ekki búin að fjalla málið, sko. Þannig að en í gær var þó var safna- og menningarmálanefnd með fund þar sem að í rauninni bara nefndinni var kynnt niðurstaða eða bara kynnt ákvörðun meirihlutans hvernig húsið ætti að vera notað og nefndamenn hefðu svo sem ekkert málið að segja nema að Anna Melsteð fulltrúi ílistans kom með ansi góða bókun og verður væntanlega lögð fyrir næsta bæjarársfund þar sem að málum mun væntanlega fá frekari umfjöllun. Mér langar aðeins að fara inn á ástandsskýrsluna, þessa úttekt sem var gerð á húsinu af verksýn og þar segir meðal annars, útveggir húsins eru timburveggir sem búið að múra, forskalning, ástand timburveggja er mjög slæmt eins og vanalegt þegar að ræða hús sem er búið að múra að utan á timburklæningu. Við skoðun á veggjum kom í ljós að talsverður fúi í klæningu og timburgrind húsins. Það ég er búin að svona hælæta hérna, hún er eiginlega bara öll hælætu, skýrslan, má ég segja. Það er bara fúi allstaðar í húsinu, veggirnir, allir nánast ónýtir, fúnir, sökkull hússins, hann er töluvert lægri og útvegginni þeir standa á sökklinu, þannig að það safnast alltaf vatn á þeim að utanverðu, þeir eru töluvert breiðir heldur en útvegurinn, þannig að botnstykkið og timburgrindin hálfa leið upp veggina er bara búin. Það er fúkkalegt undir gólfinu, ég geti endalaust talið áfram. Heilbrigðiseftirlitið kemur í úttekt, finna greinilega mikla fúkkalegt, sjá bara myglu í einu herbygginu, bara þar í horninu og jafnframt eru tekin sýni sem eru send til rannsóknar úr húsinu og af 4 sýnum sem voru tekin, það voru 3 eldrauð og það þýðir að það er mjög myglað sýni skaðlegra sveppa og þetta kemur bara skýrt fram í skýrslunni og þeir koma með eitthvað svo sem tillögu þarna að það verði náttúrulega að byrja á því að loka húsinu þannig að haldi ekki áfram að flæða vatn inn í það og sveppurinn ná að halda áfram en þetta er skýrsla frá 2021 og við erum að ræða þetta núna 26, það eru 5 ár síðan. Það væri gaman að sjá, akkurat nýja svona mælingu hvað þetta hefur aukist mikið á þessum tíma á 5 árum og ég reikna ekki með að húsið hafi verið hitað upp þennan tíma sem að ruslatunnurnar voru geymdar í því Það er fjallað til þessum svepp í þessari rannsókn Aspergillus
tegundir varasamar og geta mengað inn loft og valdi veikindi hjá fólki sem andar að sér grófmenguðu lofti. Margar tegundir geta framleitt sveppa eitrun, aspergillus tegundir, aflatoxín, geta framleitt eitthvað aflatoxín sem að getur verið krabbameinsvaldandi. Þetta kemur allt fram í skýrslunni og þess vegna er ég bara svo ótrúlega hissa eins og fleiri á hvaða vegferð við erum með þetta. Af hverju lokuðum við húsunum fyrir 5 ára síðan? Við vitum alveg, öll sem sitjum við það. Þannig að og heilbrigðiseftirlitið kemur inn á þetta líka í sinni umsögn sem að var óskað eftir, bæjarstjóri óskað eftir umsögn frá heilbrigðiseftirlitið Vesturlands. Og þar segir heilbrigðiseftirlit Vesturlands metur húsnæðið í þannig ástandi eftir skoðun HEVAF á húsinu og með tilliti til niðurstöðu skýrslu frá verksýn að samkomuhúsi sé ekki hæft til notkuna fyrir starfsleyfisskylda starfsemi eða annars konar samkomuhald miðað við núverandi ástand. HEVAF tekur ekki afstöðu til þess hvort gera yfir húsið eða rífa það. En það er akkurat tillagan sem að verksýn leggur til í sinni úttekt að það sé tvennt í stöðinni. Annaðhvort að rífa það eða fara í gagngerar endurbætur. Og það er ekki gert með því að setja upp nýja milliveggi og mála þá að þá séum við einhvern veginn komin á stað í eitthvað ferli í endurbótum á húsinu. Bara alls ekki. Varandi að fara að setja einhvers konar loftræstingu þarna. Við erum að tala um þetta svona svifryk sem að fer og fólk andar að sér með einhvers konar útsóksgræju. Þá er hreinlega, ég myndi segja að það væri frekar þá verið að draga svifrykið úr veggjunum í gegnum húsið til að skila því út. Þannig að ég held að þetta sé mjög vanhugsað og bara alls ekki góli. Ég meina að þú veist, við megum ekki hoppa bara til ef að kemur eitthvað tillaga að gera eitthvað að þá, þú veist, ég er algjörlega sammála. Þetta væri mjög gott að hafa góða aðstöðu fyrir eldri borgara. En við eigum eitt stykki flugstöð til þess. Sem að við vitum ekki annað en að það sé bara í góðu standi. Af hverju má ekki koma fyrir góðri aðstöðu þar? Hefur verið prófað að tala við Sigur Ágússon og félaga, hvort að vera hægt að fá litla aðstöðu þar undir svona starfsemi. Væntanlega mjög þægilegt að færa þetta. Þannig að þetta er ekki gott. Og svo núna síðast birtist grein í Skersuhorni og þar með leyfi forseta haft eftir forseta bæjarstjórnar. Við munum ekki taka neina áhættu þegar kemur að heilsu fólks og munum tryggja góða upplýsingagjöf og draga ekkert undan í þeim efnum. Ég bara veit ekki hvað þetta þýðir, sko. Þannig að ég hvet bara fólk til að lesa þetta og jafnframt að bæjarfulltrúa Hálistans að endurskoða þessa tillögu sína eða tillögu bæjarstjóra. En við erum sagt með bókun út af þessu máli. Árið 2021 vann verkfræðistofan Verksýn úttektarskýrslu á ástandi Aðalgötu 6 gamla samkomuhúsinu. Á sama tíma voru tekin sýni úr húsinu og voru sendir rannsóknar og kom í ljós að mikil mygla í húsinu sem getur verið mjög skaðleg fyrir heilsu fólk og jafnvel krabbameinsvaldandi. Jafnframt veitti heilbrigðis það kemur svo sem hann fram bara í ræðinni. Það er engan veginn boðlegt að meirihluti bæjarstjórnar ætla að líta fram hjá alvarleika þeirra úttekta og rannsóknar sem gerðar hafa verið á húsinu og ætla að afhenda það undir félagsstaf eldri borgara og gólfhermi. Undirrituð harma þessa niðurstöðu meirihlutans en með henni er meirihlutinn að taka áhættu með heilsu fólks. Undirrituð Ragnar Már Ragnarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir og Kristján Hildebrandsson. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Og það best ég svari þér bara strax að því þú ert að vitna í orð mín í Skershorninu. Ég vissulega talaði við Magnús í gær af því að hann hafði hreinlega bara rangar
rangar upplýsingar. Það var svona eins og við hefðum geymt eldri borgara, tælt þau og plata til þess að taka við þessu húsi sem er alltaf alrangt og það hefur engum upplýsingum verið haldið frá þeim, þeir fengu allar skýrslur og ég er nokkuð viss um það að þessi eldri borgarar eru allir vel læsir og gátu lesið skýrslu, þannig að það var, sko, Árni Magnús hafði greinilega fengið rangar upplýsingar og ég leiðrétti þær. Og eins og stendur, og ég vildi ítreka með þessa tillögu minni á breytingu á samningnum, að það verði mælingar, það verði gerða strax eins og stóð svo sem í fyrstu draugum að samningnum og það verði bara skoða, það verði gerð úttekt hvernig er ástandi á húsinu núna. Nú ef það er orðið ennþá rauðara eins og nefndir í málinu áðan, þá náttúrulega nær þetta ekkert lengra. En það hefur líka verið gaman að þú komið með tillögu hvað viltu gera við þetta samkomuhús. Viltu rífa það? Eða viltu setja 200+ milljónir í að gera það upp? En orðið er laust. Ég er búin að svara ummælum mínum í Skersóðni. Jakob Björgvin Gersvall. Já, forseti, það sem ég satt hennar fund saman menningarmálandir í gær, þá ætla ég aðeins að leiðrétta orð Ragnars Más Ragnarssonar að á fundinum var ekki kynnt í rauninni niðurstaða meirihlutans afgreiðslu málsins, lá í rauninni fyrir þessi samningur og var bara farið í máli í heild sinni en engin niðurstaða kynnt og þá var bara málefnir umræða. Ég ætla ekki að fara að greina frá einstaka ummælum eða það sem framkemur þannig, það er mér óumelt og síðan liggur náttúrulega bókun undir fundinum hérna frá Önnu Melsteð þannig að það er meðfylgjandi fundar undir sem fundar skjal og langaði svona kannski að hnykkja á þessu og koma fram að þessu leiðréttingu. Og orðið er laust undir lið 22. Ragnar Már Gersvall. Frú forseti. Ég má hérna til með að bregðast aðeins við þessu sko. Við erum ekki að ræða, ef ég sæti í vinnuhópi til að vinna framtíðartillögur, einhverja tillögur að framtíðarnótkun hússins, þá væri ég svo að koma með þær. Tillögurnar eru búin að vera svona nokkuð svona allar á sömu braut. Fólk sér fyrir sér einhvers konar félagsheimilaðna og ég hef algjörlega verið á þeirri skoðun. Einhvers konar félagsheimili, að ég fara að leggja fram einhverja tillögu hérna, jú, ég get alveg gert það, bara ég tek undir með bæjarráði og bæjarstjórn og safna- og menningarmálanefnd síðustu 5 árin að halda áfram að vinna að málinu og að það verði farið í einhvers konar uppbyggingu á grundvelli teikninga Bærings Bjarnar. Þannig að hérna, en já, það þýðir ekki verið að skamma mig fyrir ykkur hérna orð sem Magnús á Skessuhorni lætur frá sér en tillaga mín þessi. En svo er annað í þessu, kannski þessu tengt að hérna við erum ekki að ræða tillöguna sko, þannig að og maður er orðið var við það stundum að þegar að vera hérna, ef að menn er ekki sammála einhverju sko, að þá eiga menn að koma bara með tillögu kvistbæng á staðnum sko, hvað menn vilja gera. Ég get svo sem gert það í þessu tilfelli. Endurbyggjum bíóhúsið eins og við hefur lagt til með í 5 ár. Takk fyrir þetta, herra Ragnar Már. Orðið er laust undir lið 22 og Steinunn Ingibjörg bæjarfulltrúi Hálistaði biður málið. Forseti, aðrir fundargestir, þetta er vissulega mál sem að ríkir ekki full sáttum sem við erum að ræða hérna núna, en mér langaði að koma hérna upp og árétta ýmsa þætti sem hafa komið fram hérna nú þegar. Ég hjó eftir því þegar Ragnar Már var að tala hérna áðan, en eins og enginn í safna- og menningarmálanefnd hefði mátt tjá sig og hefði ekki haft málið að segja. Ég hef enga trú á því að það hafi verið þannig.
Það var ekki búið að negla niður eitt eða neitt og ég tek undir með Jakobi bæjarstjóra að bókun Önnu Melsteð liggur undir fundinum og henni var eðlilega algjörlega frjálst að leggja hana fram. Og aðrir hefðu getað tjáð sig um þetta mál ef þeir hefðu haft eitthvað meira um það að segja. Varðandi húsnæði sem slíkt, þetta hús er búið að standa og ónotað og það hefur verið rifist um það. Hvað eigi að gera við það? Það að við höfum ekki verið að gera neitt hefur hlotið gagnrýni. Menn skrifa hér stórum hér og þar bæjarfélagið og tala um það hvað hægt væri að gera. Við höfum ekki viljað það. Við langar líka bara að benda á það vorum ekki við sem að komum með þessa tillögu til Aftanskyns. Heldur leitar Aftanskyn til bæjarins eftir þessu húsnæði. Og ég sé alveg þannig fyrir ef að þetta ekki gengur upp og þau vilja prófa eitthvað annað húsnæði, þá finnst mér það bara mjög eðlilegt mál. Og ég lít svo á að þarna sé verið að gera því að tala um samkomuhús. Þarna er verið að búa til ákveðin samverustað fyrir okkar eldri borgara sem að hafa ekki kannski haft stað sem slíkan fyrir svona starfsemi hingað til. Ég lít á þetta sem tilraunaverkefni. Það getur vel verið að það gangi ekki upp. Ég spurði strax þegar þetta kom upp, hvað með skýrslurnar sem liggja fyrir. Þau fengu þessar skýrslur. Þannig að fyrst var svolítið blásið á þetta, bara þetta er kannski ekki að ganga upp. En þeir vildu fá þetta húsnæði og töldu sig geta gert hluti í samvinnu við ykkur aðra. Ég veit ekki nákvæmlega í hverju það felst, því að þarna liggur ekki minn styrkleiki eða þannig að ég veit mikið um þessar hluti. En þeir töldu sig geta gert betrumbætur og úrbætur á húsnæðinu þannig að hægt væri að nýta það. Ég er ekki tilbúin að slá það út af borðinu ef að það er hægt. Þá er ég tilbúin að taka þátt í. Þannig að það var þetta sem ég vildi koma að kæmi fram hérna, að þetta er ekki eitthvað sem við erum að finna upp hjá okkur og við höfum rætt í bæjarráði og okkar á milli og ég held að séu allir sammála um það að heilsa verður alltaf höfð í fyrirrúmi. Við förum ekki að senda einhvern af stað í eitthvað sem er heilsu spillandi. Þess vegna voru þessum ákvæðum bætt enn frekar inn í þessi samningsdrög sem að nú liggja fyrir. Það að hér fari ekki á stað nema að hlutinni liggi klárir fyrir. Og ég vil líka hafa þá á hreinu að það er engin starfsemi byrjuð í húsinu. Vissulega það komnir aðilar inn til þess að athuga hvað hægt sé að gera og skoða og móta einhverjar línur áður en að farið er til nánari athugunar og hugsanlega starf getur hafist. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Steinunn. Orðið er laust undir liði 22. Búin að koma tvisvar. En að því þetta er svona mál, þá er ég sem að gera undantekningu og leyfa að koma upp. Gjörðu svo vel, Ragnar Már. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, að tala að þetta sé einhvers konar tilraunaverkefni og það er svo að gera einhverjar rannsóknir eða sýni eða eitthvað svoleiðis þarna á þessu, gott og vel. Það er eitthvað sem hefði verið hægt að gera bara strax. Það sem er verið að gera í húsinu núna, það er á engan hátt verið að bæta gæði hússins. Það er verið að setja upp einhverja milliveggi og eitthvað slíkt. Þannig að það hefði kannski verið snjallt úr því að þetta er eitthvað svona tilraunaverkefni, eins og meirihlutinn segir, að taka fyrst sýnin, kanna hvernig er staðan á húsinu áður en að það er byrjað. Í staðis að vera að setja einhverja milljónir í þetta, kaupa ljós þarna inn, það er verið að setja milliveggi, menn að vinna þarna hörðum höndum í góðri trúum að þetta muni og vona náttúrulega innilega að þetta muni allt ganga upp. Hvað gerist svo ef það verið tekið sýni að þetta mánuð? Öllu sopað út? Ég spyr. Bara þú veist, hvenær fer fyrsta sýn að taka fram og hver mun sjá rannsóknina á henni og svo framvegis. Þannig að ég held að það hefur verið mjög gott að byrja á því bara til að eyða þessari umræðu og finna þá eitthvað annað húsnæði ef að
mönnum hefur viljað koma sér upp slíkri aðstöðu. Ég tek það fram, mér finnst ekkert skemmtilegt að standa hérna og tala niður verkefni sem að íbúar eða eldri borgarar út í bæ eru að vinna að. Þetta er skemmtilegt samfélagsverkefni fyrir eldri borgara og golfarana. Þetta er frábært að fá þetta. Ekki spurning. En bæjarfélagi sem eigandi húsins ber ábyrgð á því og það hefði átt að vísa þessu strax í annan farveg þegar þetta kom til tals. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Orðið er laust undir lið 22. Kristján, bæjarfulltrúi í lista, gerðu svo vel. Þakkar fyrir, frú forseti. Ég vildi ekki alltaf áfram tala húsi heldur samningin sjálfan og breytingarnar sem eru þar. Sko, ég og eiginlega í leiðinni að gera grein fyrir atkvæði mínu. Ég var að fara að kjósa gegn upphaflega samningnum. Ég mun halda því áfram og eins og hvernig ég skil samningin með uppfærslunni er að þegar að húsið er komið í flott stand, þá sem sagt tekur samningurinn gildi, hann er ótímabundinn og mjög erfitt að segja honum upp. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Orðið er laust undir lið 22. Já, við ætlum að taka stutt fundarlega. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í Hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, Hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngufæri og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu. Og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins.
Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í Hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, Hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngufæri og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tíman svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru.
Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði í bænum fagra í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu. Og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu, þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum. Jæja, þá er þessu fundarhlíði lokið og orðið undir lið 22 er endalaust. Þórhildur, bæjarfulltrúi Hálista, gerðu svo vel. Frú forseti og ágætu bæjarfulltrúar, Kristján er búin að setja tóninn. Vissulega get ég alveg tekið undir að þetta mál fór fljótt af stað og þess vegna vil ég lesa bókun sem áréttar okkar afstöðu í Hálista. Fulltrúar Hálista telja mikilvægt að finna samkomuhúsinu við Aðalgötu 6 hlutverk við hæfi og vinna markvisst að því að koma húsnæðinu aftur í samfélagslega notkun. Húsið er hluti af sögu samfélagsins og hefur áratuga skeið verið vettvangur samkomu og menningarstarfs. Fulltrúar Hálista telja rétt að bregðast við áhuga og frumkvæði sjálfboðaliða í sveitarfélaginu sem koma þeirra frumkvæði og láta reyna á verkefnið í áföngum. þar sem unnið er að úrbætum í smærri skrefum á meðan unnið er að undirbúningi og skipulagi á umfangsmeiri framkvæmdum á húsnæðinu. Heilsa og öryggi íbúa skulu ávallt vera í forgangi. Því er það áréttað að gert er skilyrði af hálfu Hálista að óháð og fagleg úttekt fari fram áður en nokkuð starfsemi hefst
og að staðfest verði að loftgæði séu í lagi. Ekki verði að líta fram hjá skýrslum ástand hússins, heldur einmitt brugðist við þeim með ábyrgum hætti með því að gera ráð fyrir úttekt áður en notkun hefst og reglulegri eftirfylgni í framhaldinu. Í þessu samhengi viljum við benda á framlagða breytingatillögu við 3. grein samningsins við aftanskinn en þar stendur: Starfsemi á grundvelli samnings þessa skal ekki hefjast nema fyrir liggi óháð og fagleg úttekt sem staðfesti að loftgæði í húsnæðinu séu fullnægjandi og að notkun þess valdi ekki heilsutjóni. Við mat á því skal meðal annars byggt á fyrirliggjandi skýrslum og gögnum ástand húsnæðisins sem fylgja samningi þessum sem fylgiskjöl og skal úttekt taka mið af þeim athugasemdum og ráðleggingum sem þar koma fram. Jafnframt skal gerð úttekt að nýju innan hæfilegs tíma frá því að starfsemi hefst og tryggt reglulegt eftirlit í framhaldinu í samræmi við ráðleggingar sérfræðinga og ákvörðun sveitarfélagsins hverju sinni. Sveitarfélaginu heimilt að fresta eða stöðva starfsemi tímabundið ef niðurstöður úttektar eða eftirlits gefa tilefni til, þar til fullnægjandi úrbætur hafa farið fram. Það liggur fyrir að vilja til staðar af hálfu H-lista til að nýta kraft samfélagsins til góðra verka og ef tekst að koma húsnæðinu í nothæft og öruggt ástand er það mjög jákvætt skref. Verkefnið er samfélagsverkefni og byggir á samstarfi og samvinnu innan sveitarfélagsins. Fulltrúar H-lista líta á þetta jafnframt sem mögulegt fyrsta skref í endurbyggingu húsnæðisins sem lengi hefur staðið til og slík ákvörðun hafi ekki verið tekið formlega. Við áréttum að lokum að ætlun okkar er að ekki verði tekið nein áhætta þegar kemur að heilsu fólks og að tryggð verði góð upplýsingagjöf stöðu húsnæðisins. Og undir þetta rita Hrafnhildur Halldórsdóttir, Steinunn Magnúsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson og svo sem hér stendur Þórhildur Eyþórsdóttir. Takk. Takk fyrir þetta, Þórhildur. Og orðið er laust undir lið 22. Enginn sem kveður sér ljós. En til að koma í veg fyrir misskilninga þá er samningum, hann er uppsegjanlegur með 3 mánaða fyrirvara. Og fleiri, það stendur í samningum. Þá er bara komið að atkvæðagreiðslu. Bæjarstjórn samþykkir drög að samningi afnot af samkomuhúsinu með þeim viðbótum sem að gerðar hafa verið með því skilyrði að óháð og fagleg úttekt fari fram áður en starfsemi hefst og að staðfest verði að loftgæði sé ekki heilsuspillandi. Starfsemi skal ekki hefjast nema fyrir liggi staðfestingum að notkun húsnæðisins valdi ekki heilsutjóni. Þá skal gerð úttekt að nýju innan skamms tíma frá opnun og tryggt reglulegt eftirlit í framhaldinu. Fyrirliggjandi skýrslur ástand húsnæðisins skulu fylgja samningnum. Hverjir eru samþykkið þessu? Hverjir eru á móti? Þetta er samþykkt með 4 atkvæðum H-lista og Y-listi greiddi 3 atkvæði á móti þessum drögum að samningi. Þá er komið að lið 23. Framkvæmdaleyfis umsókn endurbygging Stykkishólmsvegar nr. 58. Það er Þingvallavegur Stykkishólmur. Langþráð. Vegagerðin óskar eftir framkvæmdaleyfi vegna fyrirhugaðra framkvæmda samanber samkvæmt 5.13. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og reglugerð nr. 772 frá 2012 vegna styrkingar og endurbyggingar Stykkishólmsvegar nr. 58. Þingvallavegur Stykkishólmur. Skipulagsnefnd lagði til á 39. fundi sínum að skipulagsfulltrúi ákveði framkvæmdaleyfis umsóknina og bæjarráð samþykkti á 41. fundi sínum að afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 23. Ragnar Már, bæjarfulltrúi Y-lista. Ætlar að vera á móti því að sé fyllt upp í holunum. Ertu við morðið eða komið vondu? Gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, frú forseti. Ég ætla bara að fagna þessu að það hafi komið innspýting inn í vegagerðina til að taka þennan veg loksins í gegn.
eftir margra ára bið. Hann hefur náttúrulega verið alveg skelfilegur eins og við þekkjum en ég held að hafi nú verið á þess ég ætla að fara eitthvað hrósa þingmönnum ríkisstjórnarinnar eitthvað sérstaklega en þá held ég að Ólafur Adolfsson og fleiri hafi átt góðan þátt í því að þetta mál hafi farið í gegn og svona sameiginlegt átak þingmanna á Vesturlandi hafi skilað þessu til okkar. Og ég fagna þessu og það verður gaman að keyra í haust þegar að vegurinn verður orðinn eins og alvöru malbikaða vegur eða með slitlagi en ekki eins hólóttur eins og hann í dag. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Jakob Björgvin, gerðu svo vel. Forseti, það sem að Ragnar Már Ragnarsson bæjarfulltrúi var að hrósa þingmönnum kjördæmisins og var mjög hógvær hér í sinni ræðu og sínu ávarpi, þá vildi ég nú draga það sérstaklega fram og hrósa bæjarfulltrúum og bæjarstjórn Stykkishólms fyrir áralanga baráttu fyrir þessu verkefni og því megi líka taka til ykkar að þessu verkefni hefði kannski ekki verið sýndur þessi áhugi ef ekki hefði verið ítrekkaðar ályktanir héðan og eins og annara reyndar hvað varðar vegsamgöngur á Vesturlandi, annara sveitarfélaga hér á Vesturlandi, sérstaklega á Snæfellsnesi. Þannig að ég vil koma inn upp bara að hrósa ykkur fyrir ykkar framgöngu og ykkar þátt í þessu verkefni og á döfinni jafnframt útboð núna á Snæfellsnesvegi 54 Skógarströnd frá Stykkishólmsvegi og næstum því að Svellsá sem var einnig í samræmi við álit og áherslur samstarfsnefndar sameiningu Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar á sínu tíma og hér inni nú fulltrúar sem sátu í þeirri samstarfsnefnd og þannig að það hefur nú verið verkefni sem hefur verið unni núna í næstu 4 ár að koma því á koppinn og ég hef bara fagna þessu framkvæmdum mjög og kem þá þessu hrósi hér með á framfæri til ykkar. Takk fyrir þetta, Jakob Björgvin. Orðið laust undir lið 23, ef fleiri vilja ræða holunar. En ég get svo sem alveg fyrir hönd bæjarstjórnar þakkað falleg orð í okkar garð og fyrir hrósið og við vitum öll að Jakob Björgvin hefur ekki átt minni þátt í öll þessi ár. Öllu þessum ályktunum og umsögnum og guðma veit hvað. En við skulum samt klára lið 23. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og bæjarráðs. Hver samþykki því? Og það samþykkt samhliða. Þá er komið að síðasta liða dagskrá. Það þessi sívinsælu minnisbúnda bæjarstjóra sem að allir hafa beðið eftir. Gerðu svo vel, Jakob. Forseti, ég vona álagi sig ekki of á streymisveitu sveitarfélagsins. Ég hef mína yfirferð. Samkvæmt aðstofmanni mínum þetta gríðarlega vinsælt efni, þessi minnispunktar bæjarstjóra. Vonandi, ég hef enga hugmynd það. Og ég var strendar það. Ég var að segja alveg svo Herðu, en ég ætla að gera grein fyrir mínum minnispunktum fyrir febrúarmánuð 2026. Vonandi sjáum við þessar slæður hér til hliðar við mig. Og það þá fyrst að þessu hér að þriðjudaginn 24. febrúar síðastliðinn var merkum tímamótum í sögu skólans í Stykkishólmi fagnað en á þessu ári eru 130 ár liðin frá því rekstur barnaskóla hófst í Stykkishólmi eftir byggingu fyrsta skólahússins árið 1896. Í fyrra voru svo liðin 90 ár frá því að barnaskólinn í Stykkishólmi við skólastíg og tekin í notkun 1935. Bygging sem í dag hýsir tónlistarskóla Stykkishólms. Og síðan voru 40 ár liðin frá vígslu núverandi skólabyggingar grunnskólans við Borgarbraut. Þannig að þessum 3 tímamótum var fagnað núna á dögunum. Og af þessum merku tímamótum var boðið upp á opið hús í grunnskólanum í Stykkishólmi. Þar sem að gestum var gefið tækifæri til þess að kynna sér nýja innviði og aðstöðu fyrir skóla og frístundastarfi í Stykkishólmi. Og síðan var náttúrulega minnst hinnar merkilegu sögu skólans í Stykkishólmi. Í skólanum
var meðal annars búið að stilla upp gömlum myndum og myndalbúum sem gestir gátu flett í og þá höfðu nemendur unnið verkefni í tengslum við afmælishátíðina og hengt upp á veggi skólans. Gríðarlegur fjöldi fólks gerði sér ferð í skólan og fagnaði þessum merku tímamótum og það var mjög ánægilegt að sjá hversu vel þessi viðburður var sóttur. Og ég vil nota þetta tækifæri hér og hrósa sérstaklega starfsfólki skólans og nemendum fyrir vel heppnað hádegi og þeirra framlag í þessu öllu saman. En svona til viðbótar við þetta þá vel til fundið að halda sögu skólahalds í Stykkishólmi sem á sér þessa langa sögu á lofti og til upprifjunar þá var Stykkishólmshreppur stofnaður árið 1892 þegar hreppurinn var slitið frá Helgafelssveit en eins og bæjarfulltrúar þekkja sameinuðust þessi 2 sveitarfélög aftur eftir 130 ára aðskilnað árið 2022. En 4 árum eftir að Stykkishólmshreppur var stofnaður árið 1992 sem sagt, árið 1896 var sem sagt fyrsta skólahúsi byggt. Þá hófst þessi formlegi rekstur barnaskólans í Stykkishólmi og hófst hann formlega. Það voru þau tímamót sem var verið að halda upp á í vikunni. En það rétt að halda því til haga samt sem áður að almenn barnafræðsla í Stykkishólmi hófst þó nokkuð fyrr en hún var þá ekki á vegum hreppsins heldur í höndum ýmissa góðborgara, svo sem pressins, oddvitans og annarra sem létu sig máli varða. Og þá má ekki gleyma hjónunum Önnu og Ólafi Thorlacius sem þau ráku einnig einkaskóla áratugum saman fyrir börn sem og fullorðna. Þannig saga skólahalds í Stykkishólmi auðvitað lengri en 130 ár en það er mjög mikilvægt að verið sé að halda svona tímamótum til haga með því að fagna þessum tímamótum og þessum miklu og merkilegu sögu skólahalds í Stykkishólmi. Og með þessum orðum vil ég að lokum bara óska okkur öllum til hamingju með þessa merkilegu áfanga alla og ekki síst 130 ára sögu reksturs barnaskóla í Stykkishólmi. Öskudagurinn fór fram með hefðbundni sniði þriðjudaginn 18. febrúar síðastliðinn. Venju samkvæmt fór fjölmenn öskudagsganga frá tónlistarskóla Stykkishólms og sungu börnin við hinnar ýmsu stofnanir og fyrirtæki í bænum og fengu sælgæti að launum. Að þessu sinni voru það Magnús Ingi Bæringsson og Hafþór Guðmundsson sem leiddu gönguna en þeir fengu góða aðstoð frá söngvarunum Bæring Nóa Dagsinni. Og hér sjást starfsmenn ráðhússins vera að taka á móti gestum fyrir utan ráðhúsið á þessari mynd. Hræðileg helgi fór fram í fjórða sinn 13. og 14. febrúar síðastliðinn. Dagskrá hátíðarinnar var þétt en meðal annars var boðið upp á morðgátu í tónlistarskóla Stykkishólms þar sem áhugasamir gátu skoðað morðvettvang og reynt fyrir sér að rannsaka glæpi. Hræðileg helgi í Hólminum hefur vakið mikla lukku undanfarin ár og hátíðin verður haldin í 5. sinn á næsta ári 12. og 13. febrúar. Þannig þið getur látið ykkur laga til þess. Þorrablót Hólmar og Helgvellinga var haldið í íþróttamiðstöðinni 7. febrúar síðastliðinn. Þorrablótið var vel sótt eins og undanfarin ár og glæsilegt í alla staði. Eftir að Þorrablótið var flutt í íþróttamiðstöðina 2020 gefst pláss fyrir töluvert fleiri gestir en áður og ljóst að viðburðurinn fer vaxandi ár frá ári en fleiri brottfættur Hólmar hafa sótt Þorrablótið síðustu ár og hefur í rauninni fjölgað úr því að vera 200-250 manna brót í að vera 80-500 manna samkoma. En hér á myndinni á slæðinu má sjá virðulega fulltrúa okkar úr bæjarstjórn Steinunni Ingibjörgu Magnúsdóttur sem var formaður Þorrablótsnefndar í ár ásamt eiginmanni sínum en ég vil hér á þessu vettvangi þakka formönnum og Þorrablótsnefnd allri kærlega fyrir þeirra störf og fyrir frábært Þorrablót. Brák íbúðafélag auglýsti fyrir skemmstu íbúðir lausa til leigu að Bauluvík 2 í Stykkishólmi.
Íbúar sveitarfélags og aðrir áhugasemi voru boðnir velkomnir og opið hús miðvikudaginn 4. febrúar þar sem að íbúum var til sýnis. Nú, það var mjög góð þáttaka á þessum degi, það var vel og annað 100 mann sem að mættu á þessa opnun. En umsóknarfrestur var til og með 11. febrúar og er búið að ganga frá samningu við leigjendum eftir þeim upplýsingum sem við fáum frá Brák íbúðafélagi og hafa nú þegar fyrstu íbúðin að vera afhenta leigjendum. Það liggur fyrir að þessi biðlisti samkvæmt upplýsingum frá félaginu og það er bara ánægjulegt að sjá að verið sé að mæta þessari augljósu þörf sem fyrir uppbyggingu leiguíbúða í Stykkishólmi með uppbyggingu sem þessari. Og vil ég óska bara leigjendum til hamingju með íbúðunar og bara Brák með vel heppnaða uppbyggingu. Júlíana hátíð sögu og bóka fer fram í Stykkishólmi 19. til 21. mars næstkomandi. En í ár er afmælisár bóka Júlíönu Jónsdóttur sem hátíðin er kennd við. Bókin Stúlka kom út fyrir 150 árum og Haga lagðar fyrir 111 árum, 110 árum, vikið. Að þessu tilefni stóð hátíðin í samstarfi við forlagið útgáfu á bók með ljóðum Júlíönu. Já, en okkur getur farið að hlakka til þessa viðburðar sem hér er verið að fjalla en karlagórinn Fósbræður bregður undir sig betri fætunum í mars og sækir Hólminn heim laugardaginn 7. mars næstkomandi. Á tónleikunum kennir ýmissa grasa en kórinn leitar jafnt í smiðjur íslenskra sem erlendra höfunda og flytur ýmsar karlakóra perlur í blandi nýleg verk samtíma höfunda. Aðgangurinn er ókeypis en tekið við frjálsum framlögum til kirkjunnar sem stefnir á endurnýjun ljósabúnaðar. Hvet ég alla til þess að leggja leið sína á þessa glæsölu tónleika. Nú að lokum þetta. Sveitarfélagið stendur nú fyrir hreinsunárátaki og hvetur eigendur lausamuna á Reitavegi til að taka þátt í hreinsunarsvæðinu. Búið er að koma fyrir gám á svæðinu þar sem hægt er að henda járni. Átakið fylgir í kjölfar velheppnar tiltæktar og hafnarsvæði Skipækur sem ég vona að íbúar hafi tekið eftir en þar sem íbúar og fyrirtæki á svæðinu tókum höndum saman ásamt sveitarfélaginu við að hreinsa svæðið. Tiltæktin var afar velheppnuð og skilaði bæði hreinna umhverfi og aukinni ánægju íbúa og fyrirtækja á svæðinu. Nú, gámurinn sem er búið að koma fyrir á Reitavegi er eingöngu hættlaður undir járn og verður fjarlægður af svæðinu mánudaginn 9. mars. Sveitarfélagið hvetur þá sem eiga lausamunna á Reitavegi til að nýta sér gáminn og leggja sitt af mörkum til að hreinsa svæðið. En fyrirhugað er af hálfu sveitarfélagsins í samstarfi við Íslenska gámafélagið að ráðast í sambærilega hreinsun á fleiri atvinnusvæðum á næstunni. Og það verður þá kynnt síðar á vef sveitarfélagsins og á samfélagsmiðlum. En að þessu sögðu þá líki hér yfir minnismóta minni fyrir febrúarmánuð 2026. Já, takk fyrir þetta Jakob Björgvin. Gott að renna yfir það sem helst er á döfinni í sveitarfélaginu en orðið laust undir þessum síðasta lið. Þessa bæjarstjórnarfundar. Og það ætlar enginn að kveðast til hljóðs en ég tek undir með þetta var flott sýning í grunnskólanum og ég komið með tillögu fyrir næsta bæjarráðsfund að við förum að skrifa menntans og skólasögu sveitarfélagsins. Það var svolítið skemmtilegt. En það er bara komið að lokum þessa fundar og ég þakka góða fundarsetu og snarpar og góðar umræður, hreinskilnar góðar umræður eins og það eiga að vera og ég slít fundi hérna klukkan 18:56.